Þið að hlusta sérstakann framboðsþátt Gjallarhótsins þar sem við tökum púlsinn á frambjóðendum í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Ég heiti Birta Karen og með mér Magnús Ben og viðmælandi okkar þessu sinni Áslaug Arna sem sækist þetta í fyrsta sæti. Bara vertu velkomin. Takk fyrir. Herra Áslaug, segðu okkur bara aðeins frá þig, bara svona stuttlega. Hver Áslaug Arna og hvað hefur verið að gera? Áslaug Arna 30, stelpa á Reykjavík sem hefur verið núna á þingi frá 2016. Áður en ég fór á þing að þá var ég í lagadeild, var að vinna við lögregluna, ég fór á sjó, ég var blaðamaður, var á lögmannsstofu og prófaði svona mismunandi störf með námi. Mér fannst síðan stjórnmálinn og sjálfstæðisflokkurinn þurfa að gefa nýrri kynslóð brautagengi og styðja við nýja kynslóð til að komast í ábyrgðarstöður og til áhrifa. Við þurfum fjölbreytta hópa til að ná til fjölbreytts fólks í samfélaginu. Og það var þess vegna sem ég gaf kosta mér árið 2016 eftir ég var búin að vera ritari Sjálfstæðisflokksins í 1 ár. Og síðan bara á þinginu er ég búin að leiða 2 stóra nefndir, bæði formaður allsherjar- og menntamálanefndar og efnahags- og viðskiptanefndar. Og síðan verði ég dómsmálaráðherra 2019 og er búin að vera þar í rúmt 1,5 ár. Og er núna að sækjast eftir fyrsta sætinu og langar að leiða listan hérna í Reykjavík af því að ég held að sé komin tími á að við horfum til framtíðar og að við hleypum nýrri kynslóð að og ég held að við getum stækka flokkin hérna í Reykjavík og ná til stærri hóps og mér langar mikið til að taka þátt í því og leiða það verkefni. Frábært að heyra, ég held að sé alveg rétt við getum alveg stækka okkur hérna í Reykjavík. En af hverju ætti ungt fólk að kjósa þig? Nú auðvitað er maður í öðruvísi stöðu heldur en maður bauð sér fram síðast því þá var maður meira að segja frá því hvað maður hefur gert en núna getur fólk svolítið séð hvað maður hefur gert þegar maður er búin að vera bæði í ábyrgðarstöðu sem ráðherra þar sem maður getur maður hef reynt að sýna að ég læt verkin tala og fólk getur dæmt mig af verkum mínum. Það voru kannski sumir sem efuðust að það væri rétt að velja mig sem dómsmálaráðherra á þessum tíma að verða 29 ára og það voru kannski, en margir núna geta bara hort á það sem ég hef verið að gera. Ég hef bæði tekið á erfiðum málum í ráðuneytinu, stuðlaða forgangsröðun í stafræna tækni sem mun fara betur með fé almennings, tekið á ýmsum málum, hvort sem það er erfið málin á lögreglunar, skipulagða glæpastarfsemi, hraða málsmeðferð í útlendingamálum eða ofbeldismálum og litið til framtíðar, hvort sem það er með stafrænum ökuskírteinum eða skýru banni við dreifingu nektarmynda eða það að leyfa börnum að búa á 2 heimilum. Ég hef allavega að mínum mati góða sögu að segja eftir að hafa verið bara rúma 20 mánuði í embætti og læt verkin tala, stend alltaf fyrir frelsið, sama hvort að maður sé komin í ráðherrastól eða ekki og kom fyrst með, það verður ekki verið í, ég veit ekki, ég held að sé bara síðan 1989 eða eitthvað, þegar við leiðum bjórinn, að það verður ekki komið breytingar á áfengislögunum inn í ríkisstjórn. Og ég kom allavega hlut af þeim inn í gegnum ríkisstjórnina og maður þarf að muna það og það sem mér finnst mikilvægt að stjórnmálamenn geri að þeir segja eitthvað og hafa haldið einhverju fram sem er þeirra einlega hugsjón saman hvort hún sé óvinsæl eða þú veist ekki kannski stærsta málið sem þarf að leysa að þeir sýni það samt í verki að þeir klára það og þeir komist í stöðu til að breyta því að þeir gera það. Og það var það sem ég gerði bæði með þessi litlu mál eins og oft eru kölluð áfengisbreytingar og mannanöfn af því að það voru breytingar sem ég barðist fyrir að væri í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins þegar ég var í Heimdalli og Sús og það er svona bara partur af öðru en núna eru þetta líka bara stór verkefni framöndan. Þú varst náttúrulega í Heimdalli og Sús líka. Já, ég var formaður Heimdallar í 2 ár því ég var rétt eftir tvítugsaldurinn og var svo í stjórn Sús þegar ég býð mig fram sem ritari Sjálfstæðisflokksins í forystuna 2015 og það var svona svolítið þá þegar ég spurði Sjálfstæðisflokkin hvort hann meinti það þegar hann segist treysta ungu fólki. Þá varstu bara 25 ára. 25 ára? Þannig að það var alveg ég svona horfði á forystuna og alla ráðherrana og þetta var í aldri frekar einsleitur hópur og það er ekki þeim að kenna, þau bara er að sinna sínum starfi í stjórnmálum en það eru við sem þurfum að gefa kost á okkur til að fólk hafi val og við getum breikkað hópin okkar og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi sýnt það heldur betur í verki að hann treystir ungu fólki og hann horfir til framtíðar og hann passar sig alltaf að verða ekki eftir á eða verða samdauna einhverju
þó að þetta sé gamall flokkur, að þá hann samt einn öflugasti flokkur í að treysta ungu fólki og hleypa því í ábyrgðarstöður. Já, það ekki hægt að segja annað nema úr sér djörf. Nei, einmitt, ég þori og ég óhrædd, en það held ég að maður tapa aldrei á því. Þó maður fá ekki það sem maður óskar eftir eða það endar ekki eins og maður helst vildi, að þá held ég að maður sé alltaf sáttari við sjálfan sig og maður lærir eitthvað á hverju einustu reynslu og það afskaplega dýrmætt. Þannig reynslan, hefur reynslan úr þessum og Heimdalli og SÚS reynst þér vel í starfinu? Já, það fekk mér svona, það kveikti auðvitað á svona ástríðun í stjórnmálunum. Ég reyndi alveg að hætta þessi stjórnmálum, rétt áður ég var ritari. Ég var svona, nú þarf ég aðeins kannski að fara að róa mig, ég er búin að vera alveg mjög aktív innan Sjálfstæðisflokksins og ég hugsaði nú þarf ég aðeins svona að fara tilbaka, bara klára laganámið og gera kannski eitthvað annað. En ástríðan var bara svo mikil að ég gat ekki haldið mig frá stjórnmálunum. Og þegar Sjálfstæðisflokkurinn treysti mér og kaus mig sem ritara flokksins að þá auðvitað var ekkert aftur snúið. Allt í einu var ég orðin ritari Sjálfstæðisflokksins í einhverju svona sjálfboðlega starfið með námi og þá hugsaði ég, það eru allt í einu komið kosningar fyrr 2016 og þá hugsaði ég bara, ég læt bara slag standa og fer á þing ung ef mér verið treyst fyrir því og mér gekk vel í prófkjörinu 2016 og fekk annað sæti í öðru Reykjavíkurkjördæminu. Og hvernig þú skilar mastersritgerðinni á þingi, ekki? Jú, ég gerði það. Ég var síðasta kosningarna komu þetta fyrir en áætla var og ég fer inn á þing því á 1 ár eftir í lagadeildinni. Þannig að ég er þarna í fjárlagavinnu í desember sem og lokaprófum og svo skrifa ég meistarritgerðina mína í sumarfríinu og skil henni 5 dögum áður en ríkisstjórnin fellur síðan. Þannig að þá bara fór ég beint í næstu kosningabaráttu og var kjörin aftur inn á þing þarna 2017. Þetta er alveg ótrúlegt svona lífþingmanna einhvern veginn óvænt Já, þetta er ófyrirsjáanleg vinna, mjög hvort sem það er tími á hverjum degi eða hvernig dagskráin eða bara hvernig árið mun spilast, þú veist eiginlega aldrei neitt en þetta er rosa skemmtilegt starf og það er gaman við það líka hvað það er fjölbreytt og þú getur haft áhrif og þetta er einhvern veginn, þetta snýst bara um fólk, stjórnmál og ég elska fólk, ég er bara vinkonum mín segir stundum að ég sé félagslindasti Íslendingurinn af því ég bara aldrei einheimið að mér bara en það snýst um að gera lífið einfaldara fyrir fólk og það er það sem er skemmtilegast við stjórnmálin að geta haft áhrif á hvernig líf fólks er og séð að það skiptir máli það sem þú ert að gera. Það færi okkur kannski í rauninni bara að þriðju spurningunni, hvert er þitt svona helsta baráttumál, hvað svona brennur þú fyrir? Já, ég fór svona svolítið inn í pólitíkina með það leiðarljósi að ég geng fyrst inn í Sjálfstæðisflokkinn út af hugmyndafræðinu frelsi einstaklingsins og allt sem, það er svo margt sem hringvefst í kringum það og það og fer síðan inn í ráðuneyti og hugsa bara, ég er hér til að auka lífskjör fólks, til að einfalda líf fólks og til að auka frelsi þess og svo mantra á í rauninni við eiginlega hvar sem þú lendur síðan í pólitíkinni og hvar sem þú getur haft áhrif og ég held að svona mín stærsta verkefni og það sem ég myndi helst vilja beita mig fyrir hvar sem ég fæ stöðu til þess eftir næstu kosningar að það er að við bara tækjum stór skref inn í framtíðina sem allra fyrst og það á við alls konar atriði, það á þetta við bara við sem styrkjum okkur sem samfélag að við horfum til menntakerfisins að það sé bara við eigum að vera best þar líka við erum svo ótrúlega góð mörgum sviðum, þar erum við ekki að standa okkur nægilega vel í alþjóðlegum samanburði við eigum að horfa til viðskipta, einföldunar regluverks, fjölbreytni í atvinnulífinu sem við þurfum að auka og þannig mætti áfram telja og ég held að þarna séu bara gríðarlega tækifæri til að stíga mikilvæg skref til framtíðar sem gerir Íslanda ennþá betri kosti, hvort sem það er fyrir ungt fólk til að grípa tækifærin sem eru til staðar í samfélaginu en þetta er svona allt á grundvelli sömu hugsjónar og sama tilgangi að einfalda líf fólks og auka frelsið þess hvort sem það er að lækka álögur eða aðlaga þjónustu hins opinbera að nútíma tækni. Ég kem bara inn í ráðuneytið og sýslumenn eru bara eitthvað stærsta olíuskipið bara, heyrðu ok, hvernig eigum við einhvern veginn að láta fólk upplifa þetta sem góða þjónustu, hún er fyrir fólkið og og fyrirtæki og skiptir máli og þetta er allt hægt að gera í hvaða ráðuneyti sem eða hvort sem þú ert þingmaður í stjórnarandstöðu eða í meirihluta að það er svona þessi hugsjón og ég sé bara svo mikil tækifæri í Íslandi og við eigum að horfa á Ísland sem bara land tækifærina og við eigum að stuðla því að
við séum bara ótrúlega samkeppnishæf við önnur lönd, bæði að halda fólkinu okkar hér að starfa hérna, hvað sem það er að stofna fyrirtæki, eignast börn hérna, hvað sem að við eigum að vera framúrskarandi á öllum sviðum. En líka bara það er svo margar framfari núna, það hefur aldrei verið betra að lifa í heiminum en einmitt í dag og við eigum að horfa svolítið á það og byggja á því að bara býtu hvernig getur Ísland verið í fremstu röð áfram svo að unga fólki okkar sjáu að hér séu tækifærin og það að við getum síðan nýtt framtakssemi unga fólksins fyrir það sem ríkið þarf líka að vera að gera. Hvort sem það er í heilbrigðisþjónustu eða menntaþjónustu eða nýsköpun eða loftslagsmálum og svo framvegis. Þá ætlum við aðeins að fara í smá hraðaspurningar. Yes, ég er rosalega liðið. Þetta er bara svona létt og rólegt. En með hvað íslenska liði heldur í fótbolta og handbolta eða eitthvað leys? Ég held með Fram í handbolta kvenna. Þegar þær eru vinkonur mínar og ég æfði eins og með þeim og ég var sökkaði svo mikið en þær eru báðar í landsliðinu í dag. En svo var ég káringur en ól síðan upp í fylkiskverfinu seinna þannig að ég vel þessi 3 lið. En hvað er það fyrsta sem þú gerir þegar þú vaknar á morgnana? Örugglega pissa. Ég held að séum öll sömur það. Í hvað menntaskóla varstu? Ég var í Versló. Og hver er draumaríkisstjórnin? Draumaríkisstjórnin mín væri frjálslynd hægri stjórn. Ég vonaðist einu sinni alltaf eftir að það yrði hérna svona sterkur svona jafnaðarmannaflokkur sem styddi atvinnulífið og einkaframtakið. En hann er ekki til í íslensku stjórnmálum af því að mér fannst það vera góðu valkosti fyrir Sjálfstæðisflokkinn til að vinna með, til að ná ákveðinu svona jafnvægi og stöðuleika í stjórnmálin. Þangað til verðum við að reyna að ná fram okkar stefnumálum í einhverjum annarri ríkisstjórn en ég held að við þurfum að horfa til frjálslyndis og framfara þegar við myndum hana. Og hvað tekur í bekk? Ég tek 50 kíló. 48 kannski. Já. Það er nú almennilegt. Ég þurfti að taka mjög oft bekk til að komast inn í lögguna. Þannig að ég æfði mig mikið þá en ég kannski tek ofta deadlift í dag. Almennilegt. Herri, Áslaug, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að minna hlustundur á að prófkjörið er 4. til 5. júní og kosið er á fjölmörgustöðum í Reykjavík. Utan kjörfundaatkvæðagreiðsla er hafin og fer fram alla virka daga frá 10 til 4 upp í Valhöll. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir spjallið.